var blindur maður með stafinn sinn og skjalatösku, Mike Wyatt, sem rölti í átt að brautarteinunum í Peoria stöðinni í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög hávaðsöm og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast mjög nálægt. En leið og hann var í það bil að fara að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og togaði hann tilbaka og út úr hættunni. Afi 7 barna svo þakklátur þeim sem að bjargaði lífi hans með því að rétta út og grípa hann þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jesús, þá erum við oft andlega blind og við stefnum stundum bara í algjört óefni. En heilagur andi teygir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jesú. Kristur sagði fylgjendum sínum: ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara, að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem þýtt sem hjálpari í þessu versi, í gríska versunu, sem sagt parakletos, sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi, en það líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagur andi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í Biblíunni aðeins Jesús og heilagur andi það miðað við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnari okkar sem að birtir okkur kærleikann og náðina. Ást Guðs sem hefur verið úthellt í hjörtum okkar vegna heilags anda sem var gefinn okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir: en vonin bregst oss ekki, því að kærleika Guðs úthellt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefinn. Og það var Kristur sem að senda hann. Sagðist biðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi ekki einhver gufa. Hann huggari okkar, hann ráðgjafinn okkar, hann sáttasemjarinn, hann hjálpar okkur til að fyrirgefa þegar okkur gengur mannlegum hjörtum okkar gengur illa að fyrirgefa. Og það talað andanáðar og það í Hebreabréfinu 10:29 og það sagt hérna: hve miklu þyngri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda fótum treður son Guðs og vanhelgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala sáttasemjara? Hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Við gleymum oft að þeir eru algjörlega tengdir Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðinn sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innan frá í raunveruleg sönn börn Guðs. Maður breytist ekkert á einum degi, jafnvel þó maður taki skil. Það er bara þróun hér inni og það fyrir náð Krists og heilags anda. En það segir hérna í Hebreabréfinu 10:29: en vonin bregst oss ekki, því að kærleika Guðs úthellt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss gefinn. Og í versi
8:1 er sagt: Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Það er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Bara hugsið ykkur, þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag. Við skulum halda áfram að syngja.